Já, aðeins nokkur orð hérna viðnám í vírum eða viðnám í leiðurum. Nú orðið leiðar í staðinn fyrir vír, það skiptir engu máli. Og eðlisviðnám. Það er að segja eðlisviðnám, þetta á að vera gríski stafurinn ró, R-O, en við skulum bara hafa þetta lítið E fyrir eðlisviðnám. Ró er skrifað, hann kemur einhvern veginn svona. Þetta er ró. Við notum bara lítið E fyrir eðlisviðnám. Þetta er sama. Þetta á að vera það sama. Sko, eðlisviðnám er jafnt og 1 meter af vír sem er 1 fermillimeter. Það er að segja, þverskurða frá flatarmálið hér er 1 fermillimeter sem er bara örlítið. Og ef vír er með þetta flatarmál og 1 meter á lengd, þá til dæmis kopavír, þá er hann 0,018 ohm. 1 meter af þessum vír. Ef þetta væri ál sem væri jafn sver, 1 fermillimeter og 1 meter, þá er hann aðeins hærri ohm, 0,03 ohm. Og formúlan til að finna viðnám leiðara, eða til að finna viðnám í vír, það er þetta hér. Eðlisviðnám, sem er hjá okkur í kopar alltaf 0,018, eðlisviðnám, sinnur lengdin á vírnum, gefin upp í metrum, og ef það er báðar átt, það er að segja, ef þetta er bara vinnuskúr sem er tengdur við ykkur blokk, þá er það lengdin í báðar áttir. Fasinn fer út í skúrinn og kemur 0 tilbaka, við þurfum að taka vírinn sinnum 2. Og A, það er enska orðið area eða flatarmál, og það er bara hérna þverskurðar flatarmálið á vírnum. Rétt orðið er þverskurðar flatarmál. Og vanalega erum við alltaf með 1,5 kvarat og við skulum bara taka dæmi. Það er að segja R, viðnám í leiðara, sem er gefið upp í ómum, þetta tákn, eða skrifað óm, er jafnt og eðlisviðnám vírsins, sinnur lengdin á vírnum, deilt með flatarmálinu. Tökum við dæmi. Hér er svona einfalt dæmi. Hér er einhver, sem er bara bóndabær, einhver vinnuskúr, og hér er ofn. Hér á milli eru 150 metrar. Og þau eru 2 víra í þann ofn. Þau eru fasan inn í hann, gegnum ofnin og tilbaka til núllinu. Og vírinn, það sem þeir eru núna ykkar heimili, allir vírar inn í veggjónum með ykkur eru 1,5 kvadrat. 1,5 fermillimeter er jafnt 1,5 kvadrat. Það er bara 1,5 kú. Við skulum hafa þetta bara fyrir vír, 1,5 kvadrat. Og þetta er koparvír. Vír jafnt og kopar, þetta er jafnt og CU, fyrir kopper á ensku. Kopper. Og hérna, já, og við erum að finna núna, spurningin er þessi, hve mikið viðnám er í þessum vír. Við vitum að 1 meter af honum, sem er 1 fermillimeter, þessi 1 kvadrat, er 0,018 ohm. Og formúla fyrir viðnám í leiðara, eða vír, R er jafnt og eðlisviðnám, sinnum lengd í báðar áttir, deilt með flatarmálinu. Þetta hérna er 0,018. Lengdin er jafnt og 2 sinnum 150 metrar, það eru báðar áttir, og flatarmálið er 1,5 kvadrat. Svona, þetta er það sem við vitum. Stingum við inn í þetta hérna. R er jafnt og 0,018 sinnum 2150, það eru 300 metrar, sem er 300 metrar, deilt með 1,5 kvadrat, 1,5. Við notum ekki, við glemtum með það einingum, metrum og kvadrati, bara svo tölur hérna. Og nú bara slá þetta í vélina ykkar, og það, nú þurfum að gera þetta rétt. Fyrst já, það er að segja, við gerum þetta þannig, að 0,018 sinnum 300 er jafnt og einhver tala, sem er bara x, deilt með 1,5. Og það bara ekki hérna, 0,018 sinnum 300, þetta eru 5,4 hérna, deilt með 1,5, 3,6 ohm. Þetta hér gefur okkur 3,6 ohm. Þannig að leiðarinn hér, 5,4, 3,6 ohm. Svona. Þannig að leiðarinn hér, eða vírinn hér, heildarviðnámið í honum er 3,6 ohm. Og þetta skiptir miklu máli þegar þið eruð að velja lögg
eftir því hvað notandinn hér tekur mikið rafmagn. Segjum svo hér séu ofn sem er kannski 2000 watt eða 2 kW, kannski loftpressa og eitthvað ljós, og þá þarf vígirinn að bera þetta rafmagn án þess að vera mikið spennufall í sér. Þess að sem að hér séu bara, þetta verið 220 volt þetta, og þið viljið ekki að spenna hér séu kannski undir 200 voltum. Þannig að þið verða að velja vír sem hefur það fá ohm að spennufallið yfir hann lækki spennuna hér ekki of mikið. Þannig að þetta er svona hefðbundið dæmi til að finna viðnám í leiðara. Eðlisviðnám alltaf 0,018 með kopar, sinnur lengd í báðar áttir, deilt með flatarmáli vírsins. 1,5 kvadrat, þá er það hér, lengdin 150 metrar, sinnum 2 og eðlisviðnámið 0,018. Þetta er ekki flóknara þetta. Takk.